Sveitarstjóri Strandabyggðar kallar eftir langtíma hugsun í byggðamálum. Á Hólmavík skortur á íbúðarhúsnæði og iðnaðarmenn vantar á svæðið. Atvinnuleysi langt undir landsmeðaltali í Strandabyggð. Í landsbyggðum verður rætt við sveitarstjóra Strandabyggðar málefni landsbyggðanna. Sömuleiðis verður talað við verkefnastjóra á Vestfjarðastofu samgöngumál, svo sem vegakerfið, flugsamgöngur og fjarskipti, lagningu ljósleiðara. Við byrjum á samgöngumálum, svo sem vegakerfinu. Íbúarnir og atvinnulífið krefjast þess að þessir hlutir séu einfaldlega í lagi, fjármunum sé varið til þessara grunninnviða samfélagsins. María Björk Ingvadóttir talaði við Aðalstein Óskarsson sem sviðsstjóri byggðaþróunar á Vestfjarðastofu. Stærstu áskorunin eru að þróun samfélagsins orðin það hröð að úrbætur sem við höfum búin að vinna að núna á síðustu áratugum, að það einhvern veginn úrveldast svolítið hratt. Það eru stórar framkvæmdir núna loksins sem við erum búin að bíða eftir mjög lengi. Náttúrulega opnum dýrafjarðarganga núna í október þessu mánuði. Það hefjast framkvæmdir á Dynjandisheiðinni og við sjáum fram á að vandamál varðandi veglagningu Gufudalssveit, Teigsskógur, þekktast, að það orðið leyst og verður fara að bjóða það út núna. Þannig að við sjáum Vestfjarðaveg 60 bara opnast núna samkvæmt samgönguáætlun, þá á þetta að vera búið 2024. Leið höfum við hins vegar komin krafa samfélags og uppbygging atvinnulífsins, sérstaklega laxeldi, ferðaþjónusta, að heilsás samgöngur bara krafa og eiginlega að geta ekið á milli byggðarlaga, mun segjum allan sólarhringinn, alltaf því, að þær úrbætur sem gerðar voru fyrir 20 árum síðan og menn vilja líka sjá tilkomandi ganga upp. Það eins og vegur yfir Hálfdán sem fjallvegur, að hann alltaf óöruggur yfir veturinn. Morgnana hálka og vond veður yfir daginn, þannig að það óöryggi þar. Þannig að krafan komið fram þar og eins líka tökum ofanflóð, hlíðarnar, þar sem vegir hafa legið og menn talaði það bara gott, sem sé góðan vegi per se, Það ekki eitthvað sem að nútíma samfélag vill lengur, Þannig að menn vilja ekki, og þannig að staðan nú vilja menn fá fleiri jarðgöng og fá láglendisvegi eins og kannski aðrir landshlutar hafa. Þannig að það koma nýja kröfur eiginlega með hverju sinni, þannig að stórar áfangar nást en samfélagið og kröfurnar, það breytast og kalla á nýja framkvæmdir. En náttúrulega mjög glæsilegt rauninni að við sjáum loks fram á að þetta klárist núna þessi stóru baráttumál okkar sem við höfum beðið svo lengi eftir. Hvað með flugsamgöngur? Hvernig hugnast þér þær eins og þær hafa þróast? Það náttúrulega var mjög skelfileg þróun sem varð í kjölfar fjármálahrunsins 2008, að það var hreinlega viðhaldi flugvalla var hætt og rauninni bara gengið og eigið fé og þeir rauninni alltaf því eyðilagðir á tímabili. Og menn reyna að vinda ofan að því núna. En það mikill stabbi að það mun taka langan tíma. Þannig að maður hefur áhyggjur af rauninni að það gangi of hægt að viðhalda flugvöllunum og þeir verði svona þannig standi að þeir geti sinnt þeim flugvélum sem að koma inn núna, vonandi nýjar eftir einhver ár, og að það gangi eftir. Eins líka flugleiðsögn á Vestfjörðum mikið vandamál. Okkar ágætu fjöll og firðir eru þröngir og það erfitt að fljúga hérna nema í dagsbirtu en nýjasta tækni varðandi eins og með gervitungl, gervihnattarleiðsögn, að hún getur bætt hér verulega úr og lengt í þessu. En þetta kostar náttúrulega og mann sagt að Ísland þurfa að gera aðili að Geimferðastofnun Evrópu, að þetta sé leiður í því. Og þá hægt að hnika gervitungla hérna eins vestur yfir landi, fyrir austan þetta í þokkalegu lagi, skilst mér. En þetta held ég sé mál sem menn fyrir að taka á og ekki mjög sýnilegt.
En svo kannski að ljósleiðaramálum og fjartækni alls konar, það eru ákveðna samgöngur líka. Jú, við höfum talað samgöngur í lofti, láði og legi og svo línu. Og þar má rauninni er að verða bylting með verkefnin Ísland ljóstengt. Þannig að strjálbýli og sveitir á Vestfjörðum eru núna flest lögbýli að vera tengd og svo tengja menn sumarbústaði í leiðinni, en það annar mál. En eina stóra verkefni sem eftir og það tenging við Árneshrepp, að ljósleiðari sé lagður norður í Árneshrepp og það sveitina. Sko. Það svolítið samhangandi við annar mál sem stórt varðandi, það flutningsmál raforku og þrífösu rafmagn. Sko. Þannig að þetta tvennt fyrir Árneshrepp þarf að hanga saman. En framtíð Vestfjarða, hvað ræðst hún mikið af öflugri samgöngum? Það eiginlega alfa og omega fyrir þegar maður heyrir í atvinnulífi og samfélagi að nútíma atvinnulíf og samfélag krefst þess að geta rauninni farið ferða sína hvenær sem ársins og hvenær sem sólarhringsins. Auðvitað taka menn tillit til óveðra og slíkt, en strax að þeim slotar að menn geti þá rauninni farið af stað. Og þurfa rauninni ekki að hugleiða alltaf, hálka á fjallveginum, hvernig þetta upp á fjallinu, eða hvernig hlíðin núna og þar fara með til götunum. Menn þurfa ekki að fara með það gegnum hugan þannig með að skipuleggja ferðalagið sitt. Tökum dæmi eins og með göngin Óshlíð, Bolungarvíkurgöng. Það náttúrulega horfður hugamanni og maður þarf að hugsa það að það sé rigning í vændum eða snjókoma eða eitthvað, og þannig að maður eigi ekki að fara eða breyta plönu sínum. Sko. Heldur þetta fæli frá að samgöngur eru ekki alveg í þeim farvegi sem þið vilja hafa það? Ég held nú ekki. Við náttúrulega, menn eru mjög á tánum á Kraufaharði, sko, en það þjóðsaga að það séu slæmir vegir á Vestfjörðum. Sko. Og við glímum við þá ímynd, en það náttúrulega búið að vera vegur frá Bolungarvík til Reykjavíkur búin að vera slitlaði núna, ég er búin að rétt með allavega 5 eða 6 ár. Þannig að það búið að gengur fínt. Það eftir þessi erfiðu kaflar í Gufudalssveitinni og Dynjandisheiðinni, og þá komin slitlag á vegi. Og ég gleymdi þetta áðan að það vegur úr Arnarfirði upp á Dynjandisheiði sem kallað Bíldalsvegur. Hann mjög mikilvægur fyrir uppbyggingu fiskeldisins í Arnarfirði, styttir mjög leiðina og tekur þessa þungaflutninga. Og það mætti kannski koma inn á þungaflutningana sem rauninni veginnar okkar, þessi eldri vegir, ekki gerðir fyrir svona þungaflutninga. Og það að koma svona aftan á okkur, og rauninni aftur fjármálahrunið 2008 að koma aftan á okkur. Að viðhaldsfé vegagerðar var skert mjög mikið, og það gríðarlegur stabbið þar sem menn þurfa að vinna sig í gegnum og fá rauninni ekki tilbaka. Og þetta kemur náttúrulega niður á viðhaldi vega, og við sjáum bara ástandi eins og orðið á Mikladal og við sjáum í nágrunni við Hólmavík og eins þessum í Dölunum. Þá vegir slitna mjög mikið og bara gefa eftir. Og svo kannski að lokum rauninni aftur Árneshreppi, að tölum við hann, að þar náttúrulega krafan Veiðileysuháls. Þeir hafa margoft verið sendt tilbaka aftur, en hún komin á samgönguáætlun. En það mun náttúrulega létta mjög á vetrar, því að vegurinn norður í Árneshreppi lokaðir 3 til 4-5 mánuði á ári, og þeir hafa ekki nema flugið á meðan. Sko. Og þetta verður mikilvæg framkvæmd, en hún náttúrulega bara partur af að leysa það mál, sko, því það stærra. Sko. Það náttúrulega leysa vandamál varðandi Tjörvorshlíð, sko, með erfið hlíð, enn ein hlíðin sem við erum að glíma við hérna á Vestfjörðum. Sko. En þetta ekki alltaf allslæmt. COVID til dæmis búið að kenna fólki það hægt að funda án þess að vera allt samankomið í Reykjavík. Já, það gerir það. Við erum búin að vera, 98 var komið á fjarnámi í hjúkrunarfræðum með mjög frumstæðar aðstæður. Og þá strax fórum við að ýta við stjórnvöldum og bendaðum á að það mætti halda svona fjarfundi, og við gætum haldið örarfundi, styttri fundi
og þyrftum ekki að fljúga eða keyra, nota 2-3 sólarhringa í einn fund, sko. Þannig að það er þó kostur við COVID-ið að stjórnsýslan og fyrirtæki er búin að taka við sér og á einhverju hálfu ári er búið að græja mjög mikið af því sem að maður er búin að bíða eftir 10-15 ári ef ekki lengur, sko. Frá Ísafirði höldum við til Strandabyggðar. Þetta er Hólmavík sem er fjölmennasti þéttbýliskjarninn í sveitarfélaginu. Skúli Bragi Geirdal talaði við sveitarstjórann Þorgeir Pálsson. Í Strandabyggð eru náttúrulega margir góðir kostir. Við lítum á okkur sem, við getum sagt, aðgengi að Hornströndum. Það er mikil náttúruparadís allt í kringum okkur. Við höfum litið á okkur svolítið sem svona miðpunkt fyrir þetta svæði á þann hátt að við viljum fá fjölskyldur hingað. Hér var til dæmis í sumar þrátt fyrir aðstæður mjög mikið, eða kannski í ljósi aðstæðna einmitt, mjög mikið af fjölskyldum. Við viljum fá þær hingað, þannig að þær geti síðan sótt í alla afþreyingu sem er hérna í klukkutíma, 2 tíma radíus. Þá er ég að tala inn í Norðurfjörð, Kaldranarsrepp, yfir á Reykhóla, en að miðstöðin sé hér. Og við lítum svolítið á okkur sem þjónustu kjarna fyrir þetta svæði. Og sömuleiðis að því ég nefndi aðgengi að Hornströndum, þá er í rauninni mjög gott að komast bæði upp á jökul héðan og eins inn á Hornstrandir í þá áframhaldi af Norðurfirði og þaðan. Þannig að við teljum að hér sé mjög ákjásanlegt svæði fyrir útivist og fyrir ferðaþjónustu. Við höfum líka verið svo heppin þar til núna, auðvitað í ljósi aðstæðna, að hér hefur verið hvalaskoðunarfyrirtæki frá Grundarfirði, Láki, og það hefur gengið mjög vel. En í sumar var náttúrulega allt breytt hvað það varðar. Þannig að við teljum að hér séu möguleikar til að byggja upp talsvert miklu meiri ferðaþjónustu og stuðningu við hana og þjónustu heldur en er í dag. Hvernig með íbúafjöldan og dreifinguna á íbúum? Hversu margir búa hér í kaupstaðnum og svo í sveitunum? Hér í þorpinu eru 300 manns og ætli sé ekki 150 í dreifbýlinu. Við erum 450 rétt rúmlega og það hefur sveiflast svolítið. Við höfum aðeins verið að bæta í undanfarið sem að hefur síðan áhrif á framlög okkar til okkar frá Jöfnunarsjóði því að þeir fylgja breytingum í mannfjölda. En þetta er svona í heildina þegar litið er til lengri tíma aftur í tíman, þá hefur verið fækkun hér eins og víðast hvar á Vestfjörðum. Það er helst á sunnanverðum Vestfjörðum núna sem maður talar einhverja aukningu að ráði. Með þennan fjölda þegar horft til sameiningar, hvert myndið þú horfa til sameiningar? Mín skoðun er nú svo að við þurfum að horfa okkur nær og hér eru Strandir skilgreint svæði. Við sjáum þá Strandabyggð, Kaldranarsrepp, Árnesrepp. Þetta eru strandirnar sem við tölum svo eru Reykhólahreppur hinum megin við Þröskulda og það er mikið og gott samstarf við Reykhólahrepp og það hefur alltaf verið í langan tíma. Sömuleiðis reyndar við Dalabyggð, vaxandi samstarf milli Reykhólahrepps, Dalabyggðar og Strandabyggðar til dæmis. Slökkviliðsmál, byggingafulltrúa, skipulagsfulltrúa, þetta gerum við sameiginlega. En ég myndi nú svona telja eðlilegt að við litum bara hér í nær umhverfið og þá nefni ég þessi sveitarfélög sem svona augljósasta nær umhverfið allavega. En hitt er svona mál að þetta er umræða sem á sér stað meðal kosinna fulltrúa og ég veit að sú umræða er í gangi en hún er ekki komin það langt að við getum sagt sem svo að það sé plan eitt eða annað en auðvitað er þessi umræða í gangi. Já, alls staðar það sem eru styrkleikar, þar eru veikleikar líka. Ef við horfum á hvar þarf uppbygginga að eiga sér stað og hvað mætti bæta? Það er nú eins og þið sjáu hérna horfið á göturnar, það var nú ýmislegt sem hægt er að laga og það eru þetta endalaust þannig en kannski ef ég plokka út nokkur atriði sem við viljum bæta og erum að reyna að vinna í, þá er það fyrst og fremst kannski húsnæðismál. Hér vantar húsnæði, íbúðarhúsnæði og við erum að horfa á verkefni með Mannvirkjastofnun þar sem og við erum þegar komin inn í það verkefni þar sem við hyggjumst byggja hús með 4 íbúðum. Það er núna fyrir jólin verður flutt inn í fyrsta einbýlishúsi sem hefur verið byggt hér í áraraðir en okkur vantar fleiri hús á sölu og í rauninni fleiri möguleika til nýbygginga. En það er náttúrulega hér eins og alls staðar annars staðar, það er mjög dýrt að byggja út á landi og það er ekki mikil sanngirni í því gagnvart höfuðborgarsvæðinu því að það kostar jafn mikið að kaupa hráefni og svo er flutningskostnaðurinn hingað en á sama tíma er verðmat oft á tíðum gerólíkt
þegar að kemur að lánamöguleikum og slíku möguleikum segi, þannig að þetta svona það sem við myndum kannski vilja vinna hvað harðast og hraðast á. Það að geta boðið fólki að koma hingað átt hér meiri möguleika hvað varðar húsnæði. Okkur vantar fólk í iðnaðarstörf, okkur vantar rafvirkja, pípara. Við erum núna mögulega að sjá á næstu vikum bara. Þá opnast færi fyrir fólk að koma að vinna hér störf án staðsetningar. Við erum með ljósleiðaratengingu hingað inn. Þannig að sá hluti í lagi í rauninni en þá kemur þetta með húsnæði. Fólk þarf að búa eitthvað staðar og það verkefni fyrir okkur eins og mörg önnur sveitarfélög á Vestfjörðum og víðar á landinu, landsbyggðinni að vinna í því. Það hlýtur að vera gríðarlega jákvætt merki fyrst þú nefnir eins og þetta einbýlishús sem byggt hérna fyrsta húsi í 20 ár. Já, það hlýtur að segja ákveðna sögu þegar að menn ráðast í framkvæmdir. Já, það hárrétt hjá þér og það mikið gleðiefni og við erum mjög þakklátt þeim einstaklingum og þeirra stórhug að vilja búa hér ekki bara í leiguhúsnæði heldur byggja sitt eigið og það tengist líka uppbyggingu í stærsta fyrirtækinu hér, Hólmadrangi, sem að nú komin úr svona þeirri kreppu sem að fyrirtæki var í fyrra með breyttu eignarhaldi. Auðvitað hefur COVID-faraldurinn áhrif á starfsemina á þann hátt að markaðir eru erfiðari en áður, þannig að það minni vinnsla. En enga síður, hér 20 manns tryggð atvinna og það einmitt starfsmaður og rekstrarstjóri þess fyrirtæki sem að byggja hér. Þannig að það atvinna í boði fyrir þá einstaklinga sem að horfa eftir búsetu hér? Já, ég myndi segja að það ætti ekki að vera vandamál að finna sér vinnu hér. Við erum nýlega búin að auglýsa eftir kennara, það ekkert langt síðan var auglýst eftir íþróttakennara og vantar klárlega þessi iðnaðarmenn sem ég nefndi. Þannig að já, það er fullt af tækifærum hvað það varðar. Ef við förum yfir þær ógnanir sem steðja að þessu byggðarlagi, hverjar væru þær? Það náttúrulega stærsta ógnunin akkurat núna skerðing af framlögum jöfnunarsjóðs og þar erum við að horfa á skerðingu sem nemur 70 milljónum frá því sem við gerðum ráð fyrir í upphafi árs. Og það fyrir svona lítið byggðarlag sem hefur byggt upp ákveðna samfélagsmynd og svo samfélagsmynd kostar ákveðna upphæð á ári, þá sveigjum við hana ekkert til 20 milljóna. Ríkisstjórnin auðvitað og allt landið, við glímum auðvitað við það að hér var og faraldur sem hefur haft áhrif á tekjuöflun ríkisins og jöfnunarsjóður byggir á tekjum úr skattstofnum ríkisins. Þannig eðlilega þegar tekjur ríkisins eru minni eða lægri þá skerðist þessi sjóður. En við horfum líka á það að reglur jöfnunarsjóðs eru illskiljanlegar oft á tíðum og það þessi mannfjöldabreyta sem kom sérstaklega illa niður við okkur. Vegna þess að okkur fjölgaði umfram ykkur ákveðna prósentutölu á ákveðnu viðmiðunartímabili, þá duttu út 43 milljónir sem var gert ráð fyrir að við fengjum samt í upphafi þessa árs. Þær hurfu í endurskoðaðri áætlun núna í júní. Og það bara meiri skellur en svona samfélag getur tekið. Svoleiðis að við erum að fara inn í næsta ár með nýja áætlun frá jöfnunarsjóði. Það kom alltaf fyrstu áætlun í október og svo áætlun í rauninni eins og árið endar í núna. Það að segja, það munar ennþá þessum 20 milljóna. Svoleiðis að við erum að horfa á það hvernig ætlum við að vinna á þessu á sama tíma við ætlum að halda í við framkvæmdir og laga götur eða reyna að gera umhverfið betra og lífvænlegra. Og það má í svona litlu samfélagi, þá má mjög lítið rugga bátnum. Það má lítið og það lítið hægt að skerða þjónustu. Við getum skorið niður opnunartíma hér og þar, sundlaug, höfn og svo framvegis. En það eru smámunir í rauninni í stóru myndinni. Og það erfitt að ætla sér að skera mjög mikið þjónustu áður en að fólk bara hreinlega segir takk fyrir, ég ekki til í svona samfélag og flytur. Þannig að línan milli þess hvað þú getur raunverulega skorið niður í aðhaldsaðgerðum í svona litlu samfélagi, milli þess annars vegar og hins vegar að bara missa fólk, hún ansi þunn. Já, það segir sér sjálft að þegar það mikil framsýni og metnaður í mönnum þá erfitt að byrja eftir á og þurfa svo að vinna sig upp frá því. Já, það alveg hárrétt. En staðan núna svo að núna erfitt að þó við neyðust til þess að horfa á núverandi stöðu, við erum að glíma við þetta akkurat núna, þá reynum við auðvitað líka að horfa fram í tímann og sveitarfélagið var að festa kaup á nýju skrifstofuhúsnæði til þess að losa 5 herbyggi hér í núverandi húsnæði.
einmitt til þess að geta laðað að fólk. Þannig við erum að reyna á sama tíma og við þurfum að halda í við þróunina í dag, erum við að reyna að horfa fram í tímann. Við vitum auðvitað að bara eins og þetta hús hérna, Galdrasafnið, hingað koma 18.000 manns á ári svona í eðlilegu árferði og þetta er miðpunktur í okkar ferðaþjónustu og mikið aðdráttarafl og hefur rauninni komið þessum stað á kortið. Hlutföllin snýrust við á þessu ári, Íslendingarnir komu, útlendingarnir ekki. Í venjulegu árferði eru það útlendingarnir sem koma og Íslendingarnir síður. Þannig að þetta breytist allt, en við verðum að horfa til framtíðar samt og það er það sem við erum að reyna að gera núna með því að losa þessi herbyggi. Við viljum fá fólk hingað, við viljum fá ný störf, við erum að fara ljósleiðaravæða fleiri hús og stofnanir. Þannig að við ætlum ekkert að gefast upp, en staðan akkurat núna er samt sem áður þessi og þetta, því þú spurðir um ógnina, þá er þetta ógnin og ég sé ekki í rauninni hvernig mjög mörg sveitarfélög, ekki bara Strandabyggð heldur, hvernig mjög mörg sveitarfélög eiga miðað við þessa skerðingu á framlögum að standa við grundvallar þjónustu. Ég sé það ekki. Bæði þetta að þau séu að vera að setja þetta mark við 1000 íbúa og þessar reglur jöfnunarsjóðs, er þetta illa í takti við stöðu sveitarfélagana því að þau eru í mismunandi stöðu, við tölum landsbyggðirnar í fleirtölu, það er ekki einhver ein landsbyggð, það er ekki einhver ein staða, að setja svona reglur þvert á, er þetta ekki úr takti? Þetta er mjög góð spurning, þetta er lykil spurning í rauninni vegna þess að í þessari sameiningarumræðu þá er þetta líka ákveðin peningapakki. Það er ákveðinnar greiðslur úr jöfnunarsjóði til þeirra sem ætla að sameinast og til þeirra nýju sveitarfélaga sem verða til. Og spurningin er í hvað eiga þeir peningar að fara. Eiga þeir að fara í uppbyggingu innviða eða, sem er kannski líklegra, að þeir fari hreinlega í að mæta því sem við erum að glíma við í dag, sem er skuldasöfnun vegna tekjuskerðinga. Og þá spyrir maður sig, er einmitt þetta, er þetta mark of hátt eða er þetta óeðlilegt miðað við stöðuna í dag? Nú er vissulega búið að seinka gildistöku þessara viðmiðunarreglna 2 ár í báðum tilfellum, en engu að síður, ég held að menn verða að horfast í augu við að það eru ekki öflug sveitarfélög oft á tíðum sem er að fara setjast við eitthvað sameiningarborð. Þau eru skuldum hlaðin, þau eru hafa þurft að skera niður í þjónustu og mist fólk frá sér og þá spyr maður sig, fjármagnið sem á að koma frá jöfnunarsjóði í uppbyggingu, fer það raunverulega í uppbyggingu eða þarf það að fara í skuldaniðurgreiðslu til þess að það skilir þá einhverjum fjármunum frá rekstri þetta nýja sveitarfélag. Þannig ég held að þetta vanti svolítið inn í umræðuna. Þegar að þessi umræða fór á stað að sameina, þá var þessi faraldur ekki komin á. Nú erum við með allt annað ástand þeirra sveitarfélaga sem eru að fara að sameinast eða sem ætla að sameinast. Og ég held að menn verða að spyrja sig, eru þessar reglur þá í rauninni raunhæfar? Í smærri sveitarfélögum þá tekur maður eftir því að samfélagsleg ábyrgð er meiri, maður getur haft meiri áhrif, það er styttri boðleiðir oft á tíðum og þar með verða til meiri tækifæri. Ef við tölum um tækifærin hér fyrir einstaklinga, hver væru þau? Þetta er nú fínn punktur því þetta er auðvitað kostirnir og gallarnir við að það veri litlu samfélagi, það þekki allir alla og allir einhvern veginn gera mikið saman og það er mikill samtakamáttur. Og til dæmis bara núna í gegnum þetta ár höfum við íbúar hér staðið mjög vel saman í sóttvörnum og til dæmis því að forðast þennan farald. En tækifærin eru hins vegar, við erum partur af brothættum byggðum og það eru styrkir sem það verkefni veitir okkur á hverju ári sem að koma til einstaklinga sem hafa hugmyndir. Og auðvitað er það þannig hér í litlu samfélagi að menn ræða saman og það verða til hugmyndir og menn styðja við bakið á hver öðrum hvað það varðar. En hins vegar á móti er það mannfæðin sem að klípur svo í vegna þess að það vantar fólk í margar af þessum hugmyndum. Það er til dæmis marggott búið að ræða það hverju við værum ekki með fleiri möguleika í haftengdri ferðaþjónustu og það vantar oft mannafla í það hreinlega. Þannig að það eru kostur og gallar við það að vera í fámenni. Þarna eru tækifæri líka og stuðningur eins og nefnir í verkefni brothættra byggða, en má ekki líka hugsa til þess að 3 ár eru frekar skammur tími, það þarf að horfa miklu lengra fram í tíman og brothættra byggði þarf að styðja í lengri tíma? Jú, ég er alveg sammála því. Það er oft með svona verkefni og þá styrki sem koma út úr þeim, eða frá þeim, þetta er mjög gott í start, þetta er mjög gott í upphafi, þetta er mjög gott til þess að fá fólk fram með sínar hugmyndir og til þess að koma þeim á blað og leggja þær fyrir fjárfesta eða bankastofnanir eða bara vini og kunningja eða setja það aftur ofan í skúffu.
þá pappíra en jú, ég held nefnitt að við þurfum að hugsa þetta til lengri tíma og sjá í rauninni og stilla saman sóknarfærin, stefnumótun sveitarfélagsins og svo svona þessi verkefni og stuðningin og svo náttúrulega byggðaáætlun og það hvað stjórnvöld raunverulega ætla sér gagnvart landsbyggðinni. Það er kannski það plagg sem við þyrftum að fá svona einhvern veginn meiri aðkomu að.